Sæll og blessaður. Já, komdu sæll og blessaður. Ég byrja bara á því að hósta hérna. Góð byrjun á þættinum. Það er með eitthvað hver skít eins og öll þjóðin núna. Það er að hausta maður. Það er bara fylgir þessu. Það er magapest og uppest og gubbupest og alls konar pestir. Já, já. Herru, í þessu stúdíu á megu reykja sígarettur. Ok. Það er að góða við að hafa þetta heima á sér. Það er Greið flott. Davíð hérna, við kæfum hann hérna, dagnumanninn okkar. Það reykir ekki. Hefur aldrei gert. Það er ekki mikill sódóm í ómunum. Occupational hazard í stúdíóinu hjá Ævari. Það er svolítið þannig. Einhvers þar þarf maður að æfa lungun sín. Herru, við erum loksins komin með þetta. Podcast þáttinn, eða ég? Já. Ég er búinn að tala um þetta 10 ár pluss. Jú. Varst einn af þeim fyrstu? Já, löngu á undan öllum held ég bara. Já, ég held að bara getur bara vel verið rétt, sko. Síðan bara fór maður að eignast krakka og ákvað að býða þangar til barnið væri 10 ára og... Og þú ert eins og ég, þú ert líka late bloomer, eða ekki? Jú, það ekki. Jú, það er svona... Ég er nú blúmað helviti oft í alls konar. Það er bara hvort fólk samþykir það sem að verið að blúma í á efinni. Ég veit ekki með það, sko. Nei, ég veit. Það er kannski... Og ég fengja ímislegt svona í þínu... Já, minni lífssögu. En... Ekki við fengi, ég er að leita að öðru orði. Það var eins og ég var að segja að þú var að ljúga. Já, þú menna það. En við skulum segja bara að lífskeið þitt er lyginni líkast. Já, takk fyrir það. Það ekki? Jú, það var eftir að koma hérna setna fram í setnum þáttum. Já. Nema þessu, mér langar samt að spyrja það einu, Addi. Þarna, hversu oft hefur þú rótast á efinni? Æ, fuck off. Það er nú búið að íkja þessa töluvert, en á einhvern tímapunkti, ég ætla bara að segja það, þá hætti ég að rótast. En ég rótaðist þokkalega oft þangað til ég var svona 15 ára, 15-16 ára. Þá hætti ég að rótast. Ok. Ég hef ekki rótast, já, frá því ég var svona eitthvað 16. Helviti gott, sko. En jú, það eru nokkra sögur af því þegar ég fæ eitthvað í hausinn. Já, ég hef nú heyrt einhverjar. Já. Það vantar 2 bræður hérna til að Til segja að þessa sögu. staðfesta þessar hluti. Já, það er líka bara, þeir eru svo skemmtilegir hvernig þið segja frá, sko. Június bræðinu sjálfur. Já, ekki vill maður eyðileggja sögurnar, sko. Nei, ég hef eftir að fá það inn í stúdíu þá spyr ég á hvernig rótaðist þetta? Það verður. Nei, ég get alveg sagt frá nokkur hlutum, sko. Já, hvað er með það? Ég held að með því fyndnara, sko, en samt þetta var stór mál á sínum tíma. Ég á nefnilega frænda sem er svolítið geggjaður, en góður drengur. Það var mikið í blakinu í gamla daga, Beggi. Einhvern tímann var Egill, sem er einmitt með mér í hljómsveitinni Vínil. Einhvern tímann var Egill að stríða honum og fór svona undir skinnið á honum Begga. Elta hann út allt og Egill hlaupandi hann. Þetta var upp í Kópavogsskóla. Ungir og vitleysir. Og ég var á Vegasalti. Ég veit ekki hvað ég var gamall, en ég hlýtur að vera eitthvað svona 8-9 ára eða eitthvað, ég veit ekki, samt skrítið ég hefði verið á Vegasalt. Ekki nema, maður eftir við vorum alltaf að pompa sem hæðist. Já. Það var svolítið stuð, sko. Já. Það var smá áhættu faktor í því að vera á Vegasaltinu upp í Kópavogsskóla. Já, sportið. Það var svolítið þannig. Og þetta var svona chickenleikur. Já, og verður ekki heldur búið að stífa þið niður, þannig að maður gat alveg skotist upp, Já, og þú gast alveg bara skotið liðinu, sko. Og svo var þetta bara eins og í bíómynd, það var bara svona slow motion. Beggi, hann missir sig alveg, hann var með svona skap, tók upp stein og ætlaði að dúndri Egill. Egill beygir sig niður og akkurat kem ég upp á Vegastaltinu og beint í hausinn. Risagat á hausinn og fjölskyldufundur, hann var alltaf frændi minn. Þetta var megavesen. Og svo eitt skiptið þá fekk ég karatekilvu í hausinn. Já, ég heyrði því. Já. Það voru einhverju villingar einmitt hérna í þessu hverfi. Við vorum hérna rétt hjá Dyranesskóla
Jú, strætóskýli í Digranesskóla. Ætli það hafi ekki verið, það sem er minnið þetta hafi verið eitthvað svona ball og síðan voru allir á leiðinni niður í Mjódd. Þú veist, það var Glymur var niður í Mjódd eða eitthvað líka. Það sem að fólk kom saman að slást og í sleik og svona. Og það var einhver að sveifla karatekilvu þarna og ég var bara fyrir. Hann sló í strætóskýlið og hinn parturinn af karatekilvunni bara skaust beint í hausinn á mér. Já, hún brotnaði þess að slitnaði bara og það bara Stóng. og síðan Svo man ég bara eiginlega ekki neitt þarna fyrir hérna strætó og komin og ég var bara eitthvað geðt illt í hausnum. Það er ekki þetta. Maður glemir að setja hérna á silent eins og algjör amatör. Þetta er bara nýbyrjaður á þessum podcasti. En já, síðan var það hvað? Fótboltavöllurinn. Já, þegar ég var lítið krakki þá var ég að hlaupa bak við markið og leikur Breiðablik og Vals og ég er ekkert viss að þetta sé rétt að þetta hafi verið hvað hérna, Sævar eitthvað hann var svona afturliggjandi miðjumaður eða miðvörður hjá Val minni mig hérna Sævar Karlsson getur verið allána Sagan segir það hann hafi verið að dundra marki og ég er að fara þarna þar sem dýnurnar eru og ég fæ pabbi var í stúkunni hinum meginn sko ég var örugglega leiðin til hans og ég fæ boltan frá þessum atvinnumanni beint í hausinn leikurinn stoppaður Þú er Íslandsmeti í að vera rotaður eða? Já, á sem sagt svona einhverju tímabili sko eins og ég segi það 7-9-13 Þá er þetta búið. Þá var þetta búið í bili held ég Já. Ég var svo til hrakvallabálkurinn eins og það er rétt Já. En nú er margt að gerast í lífinu. Það er, hvað, vínillara þeirra að koma saman aftur? Já, það er svona að koma saman aftur þetta er saumaklúbbur ég ætla bara að segja það ég hef sagt það hérna áður þetta er saumaklúbbur fyrir kalla við komum saman við tökum upp shoot the shit skilur og spilum tölvuleiki eða dettum í það eða hvað það er það sem gerist í bunkernum það fer ekkert út fyrir bunkerinn ég fengi aðeins að hanga þarna með okkur niður frá og það eru góðu tímar þetta er mjög hver einasti meðlum með vínil er mjög skemmtilegur þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt band jú við erum hversmannshugljúi held ég allir alveg stórkostlegir og svona mikli karakterar og svona einstakir karakterar allir eru svona sínar eigin típur í bandinu ég hef haft virkilega gaman að hanga með okkur þarna niður frá við erum líka kannski við svona ítum undir það sérstaklega tónlistarlega við ítum undir svona bestu kostina í kórum okkar skilju ég er svona hvað ég segja ég kem yfirleitt með eitthvað skemmtilega hljómasamsetningar ég er svona hljómagaurinn og Kitt og Gulli eru náttúrulega geðveikir textasmiðir Gulli truflaður trommari og það sem að fólk veit kannski ekki mikið en Kitt er rosalega góður gítarleikari hann spila líka á bassa og við erum svona fjölfærir og Egill kemur með eitthvað svona jöfnu inn í það sem að hann er með rosalega sérstakann soundteim og hann er svona soundscaper og það er oftast punkturinn yfir yðið það er svona setja okkur inn í einhvern heim eitthvað soundscape og við erum alltaf eitthvað að taka upp og henda það er líka eitt við okkur við eigum örgulega svona 5 útgáfur af hverju einasta lagi sem við höfum samið síðastliðin
12-15 ára eða eitthvað sko. Já, svona sanni listamenn, það eins og... Aldrei ánæður. Nei, ég heyrði eitt lag þarna niður frá, mér fannst það alveg brjálað. Það er bara eitt af betra lögum sem ég heyrt, sko. Og svo komstu mánuð seinna og þá var lagið allt öðru sig. Það var búið að skemma það, sko. Það var búið að skemma. Það var búið að eyðileggja lagið, sko. Það var búið að... Ég veit breyta í alveg allt hvað of þú ert að mikið. segja. Já, það var bara... En það var eins og þú segir, En það sko. einhver önnu element sem að taka yfir. Þú veist, allt í einu eitthvað sem að var húkkur, annarkvort ekki til staðar, eða þá bara komin einhver annar húkkur sem að tengist betur narratífunni í textanum eða eitthvað slíkt. Skilurðu? Þetta alltaf einhver svona listræn sjónamið sem liggja að baki, pluss það að hraðinn hentaði ekki laginu á einhvern hátt, þá þurfum við að finna aðra leið, þú veist, annan takt eða eitthvað. Já. Og við erum ógeðslega góðir í þessu. Við getum útsett öll lög á 10 mismunandi vegu, skilur, út af þessu. Já. Það kemur eitthvað svona færni, þú veist, learning by doing. Já, er eitthvað að plana núna músikald á næstunni? Nei, ekkert sérstakt þannig. Málið er að við erum náttúrulega eldast og vinnan tekur svolítið yfir og fjölskyldan tekur svolítið yfir. Já. Ég er til dæmis á kafi kvikmyndaðinaði núna. Ok. Og eins og ég segi, ég leið blúmer en loksins fann ég 9-5 jobb sem að hendar mig rosalega vel og er hrikalega gaman. Já. Og mér finnst actually í fyrsta sinn á æfinni gaman að mæta í vinnuna sem er geðveikur kostur. Og leið og fólk finnur þetta þá pluss að bankareikningurinn hann fitnaði töluvert fljótt leið ég kom mér þarna inn og maður er verktaki og maður þarf að sinna þessu sína svolítið mikla ábyrgð, annars kemur bara einhver annar inn og grípur þetta, skilur. Já, þetta er það sem allir eru að leitast eftir, það er að mæta í vinnuna og hafa gaman að maður. Það er bara blessun að maður getur fundið það, sko. Heldur betur. Og fengið borgað fyrir það. En þið eru, sko, þessi, núna þekki margir vínil frá gamla efninu og það er alveg óvægt að segja það, þið eru alveg klálega svona hljómsveita band til að halda tónleika, sko. Þannig að það er alveg syndið að gera það ekki. Nei, við höfum náttúrulega við höfum að vera löngkonur upp á sviði, sko, en það kemur að því maður. Mér líður best upp á sviði, sko. Já. Ég er svolítið athyglisjúkur og ég segi alveg hér og nú, en það er ég teki stundum upp á því að mála til dæmis bara málverk live. Ég er mikið í danssenunni líka. Þetta er svona þau hefur fylgt mér alla tíð, ég hef ógeðslega gaman að dansa, sko. Ok. Og þú veist, ég fer á alls konar kvöld sem betur fyrir einn teknostæður núna, Radar. Já. Og jú, það er röngan á og til en Radar og Freyjubar, þetta er svona á og til sem eru skemmtileg teknokvöld og inn á Freyjubar daginn til dæmis, þá var ég að mála ásamt nú man ég ekki nafnið á hann sem er alveg skelfilegt maður. Kristoffer Elvar maður, hvernig læt ég? Sæti strákurinn, sæti DJ-in, shout out. Nei, hann er æðislegur. Við settum upp svona kvöld þar sem og Robby var líka DJ-a og Kristoffer, Robby og Eva Luna og einhverjir. Og mér finnst ógeðslega gaman að vera svona exhibitionisti. Þú veist, mála live, taka tónlistina inn og mála það sem er að gera stórlis. Það var þess að setja hún á netið daginn, sem sagt. Já. Já, ég sá eitthvað frá því, sko. En þú ert alveg gríðarlega hæfileikaríkur á þessu sviði sem málari, sko. Ég séð verk eftir því og þau eru rosalega, en þú er ekkert verið að reyna mikið að koma þér á framfæri. Nei, það er alveg rétt, sko. Ég er enda með sýningu núna hjá félaga mínum sem við settum upp á 2 dögum. Mér langaði allt í hún að taka þátt í menningarnótt. Ok. En var ekkert komin inn að dagskráa neitt, en félagi minn á hús niður bæ, Ingólfsstræti. Ok. Eða þú veist, hann á ekki húsið fyrirgefið, hann leira. Og við settum upp, okkur tókst að setja upp sýningu bara á 0-1 Ingólfsstræti
þetta er beint á móti prikinu. Já, góð staðsniðing. Já, sem sagt gallerí heitir Syndicate Gallery. Já. Þetta er eins og Bjarni Jóns sem að var hérna einmitt, sjátt á Bjarna maður. Bjarni meistari. Jöll var þetta skemmtilegt spjalli á ykkur maður. Hann er auðvitað algjör snillíkur. Ja, hann kallar okkur Lost Boys. Lost Boys? Já, ok. Mér finnst alveg briljant. Nú er ég búin að henda ég út í kosmosinu og núna verð ég bara að gjöra svo vel að hanna þetta logo, sko. Já, Lost Boys. Þetta er nefnilega, þetta eru svona, hvað hefur að segja, þetta eru utagars listamenn. Ok. Og oft á tíðum er þetta listamenn sem eru kannski, sem er að sína í þessu gallerí? Já. Ok. Sem eru tengdir skemmtarnalífinu og svona gráu megin, ef þú skilur mig en eru svona ógeðslega hæfileikaríkir og þarna komuðu við saman búin til músík eða málum og gerum eitthvað. Ok. Pétur Úlfur er einn af þeim sem er að mála þarna til dæmis. Óbúslega hæfileikaríkur gaur. Manstu þetta bandinu Pornopop? Nei, Pornopop. Hann var uppáhaldsmaður á Pornopop ásamt bróður sínum á þeim tíma Gústa. Já. Og þetta var svona raf indie band og svona hann hefur spilað í hinum á þessum böndum en yfirleitt einmitt með einhverju svona fólki sem að er alveg við eigum að alltaf sammert einhvern veginn sem að koma þarna að okkur er drullu sama bara verður maður ekki að vera það ef maður er listamaður maður getur ekkert verið að spæði ef þú ætlar að bara búa til þig þá þarftu einhvern veginn að hafa þann hæfileika blokka bara utanakomandi álit að annars verður influensaður að því í listinni sko. Og þá ertu ekki að skapa þitt þá ertu að skapa einhvers annars en það er ekki svolítið þannig sem það þarf að gera þetta Jú, þetta er alveg hárétt hjá þér og þannig að þú veist, ef ég sel eitthvað það er bara plús og auðvitað vill maður selja en eins og ég segi, ég er ekki búin að auglýsa neitt þannig að þetta er í rauninu fyrsta auglýsingin gott fólk og endilega kíkið við þarna í Syndicate Gallery og heilsuðu upp á Elvar og fáu ykkur kaffi og þið getur líka sett með DM og þá get ég hitt ykkur og spjalla við ykkur það er svona verk alveg frá mér er svo verk sem ég gerði hér og má alveg minnast á það ég bjó hérna hjá Ævari í hvað? 2 ár það var ágættu tími, það var skemmtilegu tími 1,5 ár já. Ég var á við getum sagt það, ég var bara ekkert á allt og góðum stað á þessu tíma. Nei, ekki heldur og þú hýðuð mér svolítið upp á þetta minn. Þetta var góðu tími og gott að hafa þetta hjá mér, sko. Já, þetta gekk. Þetta gekk. Það voru engar flugveldasýningar. Þetta var bara easy going. Já, ég held að við hefum ekki lent í rifrildi einu sinni. Nei, við lentum aldrei í rifrildi. Nei. Jú, þú reist svolítið við mig út af því ég keypti aldrei klósipapír það er eitthvað alveg það er eitthvað hver einasti leiðandi sem hefur verið hérna hjá mér þeir kaupa aldrei klósipapír, það er alveg óþolandi það er svona eftir 1 ár þegar maður er búin að vera að splæsa í klósipapír þá vill maður allavega kaupa einu ég gerði það nú eitthvað skulda með klósipapír já, ég skulda með klósipapír alveg bara heilt vörubrætti Þetta hljómar er svo tími fyrir Costco Já, það er svona Já, hvernig var það? Sjá, bara finna ykkur á kosturnaraðila hérna á Það er ekki? Jú. En hvað, vaktar þú athygli á sýningunni? Ertu búin að seldur eitthvað þarna? Já, ég held að myndir sem ég málaði mitt hér Hamraborgin Já það er verið að keppast hana ég getur sagt það Já, ok, nice og jú, ég fekk tilbúið í 2 myndir líka Já og ég var alveg til að fá aðeins herra en við sjáum bara til eftir sýninguna ég tekniður, þetta er yfirleitt þannig bara að ég tekniður nöfn og skilur við bara adressur og þegar sýningin er búin þá hefur maður samband við fólk og ef það hefur ekki komið hærra boð skilur þá á það myndirnar En er þetta ekki oftast að sagja listamannsins að listamaðurinn er alltaf fátökur hann til hann deyr og þegar hann er dáinn þá fyrst fara listaverkin fyrir einhvern pening er það ekki? Það vill oft vera þannig að það er
ekki það að ég sé feigur sko en hérna í þessum hóp sko þú veist sem ég í þá alveg fólk sem að lifi hratt sko þetta alveg fjárfesting Já. þetta alveg, það má alveg veðja á að einhver á okkur fer svolítið Ég þekki eitt brjálæðing sko, hann mynd sankar að sér listaverkum eins og hann getur sko og þessi hann alltaf að býða eftir að listamenni deyja og þá ætlar hann alltaf að selja það sko. Já, vá hvað það ógeðislega morbid Ég veit það Þetta svona ekonomíst Hann rosa pinningur sko og hann alveg með ég þarf að kynnast hún þá reynir hann að fá eitthvað svona, já, ertu ekki með eitthvað svona sem þú fílar ekki og ætla kannski bara að henda þú getur bara að gefa mér það í staðinn og það það sem hann gerir við listamönnum þannig að hann með svona fullt af þannig dótið frá hinum og þessum listamönnum sko. En ég meina hann hefur kannski eftir að kassin fljótlega á þessu hann bara ennþá að býða eftir að degi hver veit Jesus. Það gerist kannski 2029 en það varstu búin að heyra því það rosa loftsteinn á leiðinni til okkar það? Alveg rosalegur og það ég veit ekki hvort það sé þetta eitthvað búið að vera í upplýsingar fréttum. sem koma beint frá NASA eða þetta upplýsingar sem koma einhvern veginn utan að frá Það alveg búið staðfest þetta er staðfest sko og hann kemur það nálægt okkur að hann fyrir nær okkur heldur gervihnettinir sem að svífa í kringum túnli að jörðina segi ég Veistu hvað hann stór? Ég gaman að þessu Hann nefnilega alveg fullt stór og sko þetta verður algjör eyðilenging sko ég veit ekki hvort það verður tótal eyðilenging en 2029 Davíð, hvað sagði það væri ágúst, já, er hann komið með þetta á skjáinn hana? Já, ég með þetta hérna, hann 335 metrar á stærð Ok, hann brennur töluvert upp en það eitthvað að þessu sem að brýst líklega niður, sko Ég meina, það ekki eins og sem fara að klassa á okkur, sko Ég mikið búin að vera að pæla í þessu ég á kafi Graham Hancock og Randall Carlson En hvernig regnaði þetta út sko? Ég meina þegar hann kemur svona nálægt okkur og við erum að tala 2029 hann eftir að fara nær okkur heldur gerfinettinir og gerfinettinir eru bara hérna rétt fyrir ofan okkur sko ég meina regnaði það út aldratraflið og allt bara og veist geta þær alveg regnaði þetta svona til þaula Það tekur bara tíma sko þannig að þeir voru ekkert vissir í byrjun sko hvað var að gerast Nei en þeir eru núna búin að reikna það mikið út fram tilbaka og því að þeir gera ekki ráð fyrir hann getur hitt jörðin lengur en einn nátt Nei, ekki þetta en síðan þegar hann fyrir hring var ekki það var þegar hann kemur aftur Það nú ekki bara fyrir 2068 sko Já, það þá sem hann á að Hann kemur einhvern veginn hann kemur náttúrulega inn í guðukólfið og hérna fer á sporbaug en þú veist, ef hann 300 metrar reiknaður þú veist, í dag þú veist, þá þetta kannski 50 metra bolti sem kemur en þessi sem að kom niður í Sýberíu, ég man ekki hvað hann hét Kunchutska hér sem sprakk þarna fyrir ofan einmitt og var alveg, það eittist alveg skóur þarna í Sýberíu Þetta rosalega að sjá eftir þetta Já. En þú varst búin að heyra þetta sem að hérna, Graham Hancock og Randall Carlson og fleiri að tala þeir fundu gíg í Grænlandi fyrir eða þú veist, hann fannst eitthvað tíðan 90 og eitthvað fyrst og síðan núna með lætartækni og svoleiðis og fleiri rannsóknarleiðangrum og svoleiðis þá eru við búin að komast að því að gígurinn eftir hennan hérna loftstein sem undir ísnum, þetta ótrúlega skrítið þú sér lætarmyndir að þessu sko að þetta bara svona hóla og minni með að þetta sé eitthvað 3 eða 4 kílómetrar í þvermál það world ending scenario basically það hafi þetta orðið 5 sinnum það haldi allir að það hafi bara verið þegar að risaðlunar dóu sko þetta er örugglega eitt af þeim þá þetta nefnilega fyrir cirka 12.600 árum ég man ekki eða 11.600 árum eða eitthvað slúðis og þetta tengist líka þessari pælingu að það hefur verið til siðmenning á Ísland á jörðinni bara sem að við tengjum við Atlantis og allt þetta og allar þessar sögur hérna þú veist úr biblíunni og úr indverskum fræðum og svoleiðis kínverskum fræðum þessi stóru flóð og allt þetta gerðist allt saman skilur við en þetta var bara siðmenning sem var á undan
en það vitum við það að Svinksin miklu eldri heldur en við höldum. Já, það voru bara endurbætingar á honum. Já. Þannig að hann byggður. Líklega hefur þetta verið ljónshaus. Já, voru að tala um það mitt og voru með hann hafa verið með ljónshaus og breyttu því. Og svo var alls konar svona countering athugasemdir hjá hinum og þessum efasendamönnum sem vilja eigna sér þetta líka sko. Já. Það ekkert allir á því þetta hefur verið ljónshaus en það eru flestir sammála á því að hann miklu eldri heldur en píramídarnir til dæmis sem gefur til kynna að þú veist hann regnsvorfinn í 1000 ára og síðast ringd í eyðimörkinni þarna sko að það var fyrir nákvæmlega einhverjum 11.000 árum eða eitthvað álíka. Það bara út af þessu global climate katastrófíu sem að áttu sér staðskilur í kjölfari á þessum hamförum. Já, en það eru oftast sko þóttu við viljum halda þetta sé allt beinharðar sannanir hvaðan við komum og hvað við erum gömul, það þetta ekki. Þetta allt mest getgátur sem eru samt samþyktar inn í mannkins söguna okkur af því að mannveran, við erum bara þannig, við þurfum að flokka allt niður. Við þurfum að setja allt í skjalaskápinn og hafa það bara já, það gerðist svona. Þótt að við vitum beint ekki þótt að þetta gerðist svona, þá samþekjum við bara samt, ok, líklega gerðist þetta svona og við skulum bara samþekja það. En það er rosalega fátt sem neglt niður þegar við komum að því að skoða fortíðin okkar og hvaðan við komum. Stundum eru hlutum bara líka bara sópað undir teppið sem að passa ekki við akademíska skýringu nútímans. Ef þú finnur einhvern hlut í dag sem að rífu niður einhverjar 100 aðra ritgerðir og bækur og þetta lífsviðurværi fólks í þessum akademíska heimi skilur og fólk ekkert að flýta sér ef að sagan vitlaus að breytinni eins og núna Göbekli Tepe sem að fannst í Tyrklandi sem by the way cirka 12.600 ára gamalt fyrirbæri sem bara ný svona megalithic þetta svo Stonehenge, við köllum þetta megaliths og þarna erum við að tala sko svæði sem þeir veit ekki hvað þetta stórt þetta risastórt og þeir eru búin að finna 5% af þessu búin að grafa þetta en þeir sem að kaupa þetta að þeir vilja þeir sem að fjármagna þetta eins og núna ég var að komast að Guess Who það eru náttúrulega þeir sem að tengjast BlackRock og nú erum við komin í samsæðin ég elskar samsæðin, endilega fyrir mig það en þeir eru búin að byggja yfir þetta núna og búin að gera svona göngustíg bara eins og hjá Geysir og svo leiðis og þeir eru ekkert að fara að grafa neitt meira á næstunni það eins og þessi búið að læsa þessu bara hérna ertu með nóg fyrir túrismann Tyrkland reynda náttúrulega búið að vera í stríði af og til við nágranna sína þarna hvað ekki, Azerbaijan eða eitthvað líka Azerar eða eitthvað líka og það stríð þarna rétt við landamærin reyndar og það nógu mikil afsökun pluss margt annað til þess að stoppa allar framkvæmdir en þarna undir þaðan komu við skilur við, þetta í rauninni bara skrifa bókinu upp á nýtt af því að á þessum tíma það áttu að vera veiðimenn, safnarar og veiðimenn við áttum ekki að geta gert þessar hluti það eru vassveitur þarna þetta eru svona hieroglyfjur þar sem að myndirnar koma út úr steinunum þetta ekki skorið inn í steinana heldur að það skorið utan skilur hvað það að fara og það fucking feat risastór björn þú verður að sjá þetta sko. Ég þarf að skoða þetta sko, ég finnst gaman að þessu að því að við metum okkur rosalega við hvenar svona literatures, svona bókmenntir byrja sem hjá Grikkjum en Grikkinni reyndar stálu því var ekki frá Egyptum þú veist en við svona byrjum eiginlega svolítið að skoða söguna hjá Grikkjunum þegar þeir byrja að rita niður rit sko en
eins og mannkynni að stefna núna og eins og oft gaman að pæla í þessu að við erum að fara bara í algjöra digital peningar verða bara á netinu, allt verður á netinu, allt verður rafmagn, alla bækur rafmagn, þannig að það verður eiginlega ekkert eftir. Og síðan nefnir að spá í, sko, að það kemur styrjöld og eigum við ekkert. Nei, þá er allt farið og ég að spá í, var ekki bara til menning sem var komin lengra en við, komin á digital. Áttuðu sig á þessu. Já, eða það hefur komið einhver sólastormur og hreinsa bara allt sem heitir rafmagn, bara EMP stormur á jörðinni. Ertu búin að finna góðböggli teppið þarna? Já. Já, einmitt. Við þurfum að fá hérna, þurfum að kaupa hérna á veggin hérna, eitthvað risa skjá hérna og þá getur kameran greinda, já, þarna ertu með uppgröðum. Sérðu þetta? Já. 12.600 gamla, þetta er ekki hirðingjar með spjót og þú veist. Já, ok. Þetta er alveg siðmenning. Sko, það er endar mjög skemmtileg samsæðiskenning sem ég sá eitthvað staðar talað að það er alltaf verið að tala týnda hlekkin. Já. Og þá var að vera að spjalla hvar týndi hlekkurum væri. Og þá var samsæðiskenningin, mann og ekki hver kom með hana fram að hvað hann heitir, en samsæðiskenningin var basically að þá koma geimverur á jörðina. Og á heimaplánundinu þeirra er alltaf ósjónlega í farið. Það þurfa gullflögur upp í himinhvolfið. Anunnaki. Já, ertu búin að segja þetta? Já. Ok. Akkur elskuðu gull svona mikið? Já, nákvæmlega. Akkur innbyggt í okkur? Fyrir þá sem er að hlusta, sko, þá voru ég að segja þessu sögu. En ef þeir, hafa ekki heyrst þetta að þeir, en þá taka þær apana sem eru bara étandi vínber og eitthvað svona og þeir, byrja að móka og þetta er rosa löng saga en ég ætla ekki að segja hérna alla, þú veist, það eru 2 alien race og annað er sleifað, sko, og þeir eru með það til að byrja með. Ég nenni ekki að fara til það, allavega þeir sjá þessar skrýtnu verur sem eru við og erfðabreyta okkur og stuða heilabúið okkar og koma inn í heilan á okkur þörf fyrir gull. Þannig að við byrjum að grafa upp gull alveg á milljón fyrir þá. Fyrir þessar geimverur svo við geta farið og dreift þessu gullflugum upp í heiminkóli hjá sér til að blokka sólina. Sama og Bill Gates er að gera í dag. Sagði hann þetta? Nei, þetta er sama og Bill Gates er að gera í dag, maður. Hann er að reyna að blokka sólina. Hann er alveg snaruglega, sko. Þetta er hættulegasti maður veraldar. Ég haldi fram heilengi, en allavega haldi áfram, sorry. Allavega, sko, já, og basically ég var eiginlega búið með þetta, en þá erum við forrið og það er týndi hlekkurinn, það eru bara geimverur sem gerðu okkur að gullgrafandi þrælum, en þessuna daginn í dag erum við með svo gríðarlega þörf fyrir einhverjum málmi sem er eiginlega useless. Það er eiginlega þessi málmur, hann er svo linur og þú getur ekki byggt neitt úr þessu sem er durable, sko. Nema það gullið sjálft, það er óendarlegt eða sem sagt það. Já, það er svo lind, það er ég væri með sverð og þú væri með gullsverð, þú myndir lemja, það myndir bara breytast í drullu og bogna, sko. Þannig að ég held að það sé hellingu til í þessu, af því að þú sér þetta sérstaklega í Suður Ameríku. Þú veist, hvort sem að eru mæjarnir, inkarnir eða aztekar eða hvað þeir alveg gjörsamlega obsessed af gulli og tengja þetta við sólina og sólarguði og stjörnuguði og svoleiðis. Og Olmekar til dæmis sem er fyrsta þekkta siðmenning í Suður Ameríku. Þeir voru aðkomumenn, virðist vera, samkvæmt öllum svona fornum ritum. Þeir komu þarna og siðuðu fólkið til. Og það þeim var lýst sem er svo skrítið, sem passar ekkert við Suður Ameríku í dag, sem rauðhærðum risastórum mönnum eða verum, ekki risar heldur bara stórir menn, rauðhærðir með skegg í Suður Ameríku. En það sérðu líka, sko, gamlar styttur af olmekum og svoleiðis. Sumar eru reyndar að þá eru ekki með skegg, þá eru svona boltakenndir, sko. En þeir voru undan ingum og mæjum og öllu því. Og það eru fullt af leifum í Suður Ameríku sem að standast enga veginn þessa
þetta tímatal skilur, að því að sem og líka í Evrópu og í Afríku þar sem þú ert með grunn sem allt öðru sem byggður miklu stærri steinar og kötta alveg bara þannig að þú kemur ekki rakvélablaði á milli þeirra og við erum að tala sko 100 tonna og í sömum tilfellum þá þetta alveg upp í 1000 tonna hnullungar sem komið fyrir alveg hornrétt en ofan á þessu einhverjum moldakóðar þetta alveg merkilega, þetta getur gert með eitt greiða, getur þú tekið stólinn kannski 2 cm aðeins þangað af því að hann ég heyri hann að nuddast í borðið sko já, ég skil það tekur bara mækinn eftir þær hann ekki ennþá í myndanandi þótt hann sitja þarna nei ég byrja smá veisin hérna eða ekki með, við erum bara með heimastúdíu og við erum bara slakir hérna en já, það er svona að segja sko það er flott þarna það er sko þetta er líka í Grikklandi og sko, já, bara þessi nákvæmni sem í þessu gömlu byggingum sem að finnast skuggaleg sko. Það meikar ekkert sens að við séum bara einhverju villimenn á þessu tíma og getum haft svona rosalega útreikninga og mælinga sem eru bara já, við erum rétt svo að fá tæknina í dag til að geta gert þetta og við gátum þetta ekki fyrir 50 árum og veist, það er bara merkilegt og það var nú hann að fræg hérna á Discovery hérna, maður stættur Discovery Channel, það var alltaf í byrjun og kom alltaf svona auglýsingar og kom alltaf mynd á hauskúpu kristalhauskúpunni já. Hún var einmitt, ég man ekki hvað hún var gömul ég er ekki búin að lesa kristalhauskúpunar það var útskurinn á henni sko hann var bara með fínustu lasertekni þá voru ekki að ná svona fínum útskurði sko þess vegna var hún alltaf á Discovery Channel bara meikaði ekki sens hvað hún var gömul og hvað voru rosalegi skurðinir á henni sko þeir tengja þetta einmitt líka núna við einhver svona kör eða svona skálar og hluti sem hafa fundist í Afríku og Egyptalandi og svoleiðis meika bara enga veginn sens einmitt eins og þú segir þessi verkfæri sem hafa voru til staðar á þessum tíma og kunnátta mannskepnunar sem hefur verið skráð niður meikar ekkert sens að við náðum þessum útreikningum og þessari nákvæmni á svo mörgum sviðum og með þess þetta ógeðslega heillandi að því að við erum alltaf að þetta er eins og Graham Hancock segir alltaf ég maður nú ég að umorða shit keeps getting older skilur við það er bara að gerast á hverju einasta ári við erum að finna eitthvað sem að kippir fótónum undan sögunni og þegar ég að tala með eins og með biblíu sögurnar og þetta veit fullt af fólki að núti að þú veist, það eitthvað fótur fyrir þessu að því þetta í öllum trúabröðum þú ert alltaf með eitthvað svona samnefnara það þetta Harmageddon hvað gerist? Þetta náttúruhamfarir eða þetta geimveruárás skilur ég meina Indverjar hafa trúað því heilengi í fornum ritum hjá þeim þá var bara svona Star Wars í gangi fyrir ofan í örðina hjá þeim og bara kjarnorkustyrjöld skilur sem að hérna nú man ekki hvað þetta heitir Bhagavad Gita minnum mig að þessi rit heita og það bara einfaldlega að tala bara fljúandi geimskip í stríði bara styrjöld sko með Mars það var efni sem finnst á Mars og alveg gríðarlega mikið af því ég man ekki hvað þetta efni heitir en það verður bara til við kjarnorkusprengju og Mars, varstu búin að sjá þetta? Mars alveg þakið í þessu það eins og það hefur bara verið bara algjör kjarnorkustyrjöld í gangi þarna og bara sprengt plánunduna fram og tilbaka því að þetta efni út allt á Mars Ég ógeðslega gaman að þessu. Ég var einmitt að sjá eitthvað hefur pælt í, maður horfir á fullt af podcastum en samt man maður ekki, þú veist, maður ætti að muna nöfnina á þessum gaurum öllum sko en það festist óðalega lítið. Ég svolítið þar núna sko. Enginn eftir að muna þetta þessu podcasti sko. Nei, ég er búin að sjá alveg
hellinga af þessu Já. og ég man ekki nöfnum á þessu, það er einn þarna svartur gaur sem er algjör snillingur sjálflærður sko hann er einmitt að tala þetta með gullið Já, byrju nú, ég sé endalast að klippum á þessu Já. hann er í viðtali allstað Já, hann er akkurat núna hann hljómar eins og velmenni Sean Ryan show, hann var í Joe Rogan daginn og hann stoppar ekki Nei, og því líka bara þekkingin sem hann er búin að hvað heitir hann? setja niður hjá sér sko. hann er magnaður svona áhengi Ég þarf að veðja leiðu ef ég slæði inn á síman hérna Anunnaki þá er þetta örugglega fyrstu gaurinn sem kemur upp Já, Anunnaki, ég mæli með að það er eitthvað að hlusta á okkur að þið endilega kynni ykkur söguna, þetta er nefnilega löng saga hvernig gemur hann að koma hérna með annað gemurreis sem þeir eru búin að innsleifa sko og það er bara ótrúlega að það sé ekki búið að búið til myndum þetta. Já, alveg... Stargate maður voru þeir svolítið inn á þessu þannig Manstu þetta bíómyndinni Stargate með Kurt Russell það er svo langt síðan ég man samt ekki eftir henni ég man að þessi myndi til og ég horfði á hana en ég man að það var örugglega fyrsta bíómyndi sem var að hinta að þessu sko já, kannski held ég sko og síðan komum þættinir og mér fannst þeir voru vinsalir og fyrirgefa bara allir sem elskar þess að þetta en mér fannst þeir hræðilegir sko voru mjög þættin ég sá þá ekki voru mjög slæmir sko en jú, ég hef alltaf gaman að þessu og ég alveg, þú í gegnum tíðina reyndar hefur verið mikið, ég sé svona á netinu svona á þessi flokkastundi samsverðskenningar hjá þér Billy Carson en hann var til dæmis mæli með að hlusta á hann, það er algjört hút já, þú ert svolítið svona í samsverðskenningunum og ég hef alveg gaman að því en þú kemur stundum með eitthvað sem kemur síðan upp seinna mér þegar þú kemur með það, þá hljómar það eins og algjör fokkin vitleysa og fólk eru örugglega bara, hvað er Addi að röfla þarna maður, hvað djöfullin að rugla þær en síðan hefur þetta bara komið eins og Epstein-listinn þú veist, alveg langfyrstur sem bara, herri strákar það er bara viðbjóður inn í gangi og við varum bara, hvað er þetta að tala um Addi og það var svo löngu og undan hvaðan fækstu þær upplýsingar til það? Það hefur örugglega verið mjög einfalt ég var að hlusta á Alex Jones mikið á þessum tíma sko já ok, hann var einn sá fyrsti sem að benda á þetta en síðan var líka annað þöggun og heldur betur fyrir ekki að ég greið fyrir mér en þöggun og heldur betur niður í honum já, heldur betur fundu bara að loksins gera mistök og þá bara þessi sekt sem við sett á hann sko og þetta hann gangi gegnum þetta var alveg fáralegt hjá hann en að vera líka hrærast í heiminum sem Alex Jones var hrærast í allan daginn öllum þessum samsverðskenningum síðan þetta alltaf koma fram skilurlega næst í bara allt sem hann var að segja það kom síðan alltaf setna með hann var alltaf, og veist eins og með ISIS og hvernig CIA gerði ISIS hann var alveg langfyrstur og ég postaði mynd á veggi minn sko, Facebook-veggi minn frá Alex Jones þá voru þeir já, bara byrja ISIS sko, það voru ekkert orðnið þekktir en þá voru að geta hjörtun úr fólkinu og hann var að benda, þetta er fólki sem við erum að ég er nú ekki búin að heyra þetta, geta hjörtun úr fólkinu þeir drápuð á og þeir gerðu þetta hérna ISIS-skaurunir og þeir skauruður upp, tóku hjartað þitt og áttu það sko og Alex Jones setti vídeo á þessu netið sem ég sett á Facebook-veggi minn og Alex Jones verður að tala þetta er fólki sem við erum að vopna væða hérna í Írak til að hjálpa okkur þetta er fólki sem við viljum að senda áfram til að gera eitthvað og maður var bara, já nei, þetta var eftir enda illa sem það gerði sko þetta er svo skítugur sandkassalegur þessi geopolítík sem er að eiga þessi stað út allan heim og þú ert að tala ISIS liðana þú veist öðrum megin við landamærin eru við semst að vestuveldin NATO að berjast við ISIS hinum megin við landamærin eru við að fjármagna og eru við að búa og nema það að við bara skýrum þetta eitthvað allt annað þetta er búið að vera, nú er að koma í ljós bara í alls konar skjölum sem er að koma í dagsljósið þetta er búið að vera að gerast út allan heim í ógeðslega langa tíma þú veist, í kannski 30 ár þessi breyting var fyrir 30 árum þetta njósna veldi sem CIA, Mossad og MI5 og allt þetta, MI6 og allt þetta og hvað hafa mikil völd í því að stjórna narratífunni það sem að við fáum að vita
Al-Nusra ekkert annað en Al-Qaida en þeir eru góðu gaurarnir í Sýrlandi þeir eru fjármagnaðir og styrktir og ekki nóg með það að það eru málalegar á vegum Breta og Bandaríkja og Frakka sem berjast við hlið Al-Nusra sem ekkert annað en Al-Qaida í rauninni. Já. Það eru svona hlutir sem að þetta fer endalaust í taugarnar á mér til dæmis hvað rannsókna blaðamennska nær grunn þeim ekki leyft að blómstra því að sko þeir sem komast of nálagt sannleikunum við sáum bara hvað gerist fyrir Helga Seljan hann fór í auðvaldið og hann var bara tekinn af lífi og það horfðu allir á það og við viljum ekki taka þátt í þessu ég vil ekki vera tekinn af lífi allt í einu var bara allir sem voru baku hann allt í einu stóðan bara einn það var rosalega illa að fara með hann sko. Það eru margir blaðamenn sem hafa lent í þessu þeir sem að vilja segja sannleikan ég meina besta dæmið náttúrulega bara Julian Assange þú veist þessar trumped up ásakanir á hendur honum var bara eitthvað bölvuð þvæla þetta bara því að hann fór upp á móti Clinton-mafíunni og Raytheon og Boeing veldinu og einmitt þessu leyni þjónustu samfélagi þú veist, hann var að benda á það að það verið að stela úr skattstofnum heimsins setja í hendur hergagnaðina eins og bankaelítunar og það er ekkert sem við einhvern veginn segjum við því eina sem við að því þetta er dulbúið sem eins og núna stuðningur við Úkraínu skilur við ef maður fer djúpt ofan í það hvar endar þessi peningur það endar inn í hergagnaðinaðinum þetta er þvegið þar þetta er stólið úr skattstofnum ríkjana í Evrópu og allir bara við verum að hjálpa Úkraínu og minnst skelvilt Úkraínu peð í þessu tabli þeir eru bara bíóofnir með staðsendinguna þetta er bara fólki í Úkraínu blessað fólki í Úkraínu bara peð á þessu tablborði þetta er ekkert annað og síðan hverju sjáum uppbygginguna síðan á endanum í þessum ríkjum það er enda sá sem vinnur rússar eða bandaríkjumenn og það er yfirleitt eins og núna það er alveg greinilegt að því að það er nú þegar búið að skrifa undir samninga við BlackRock til dæmis þeir munu sjá uppbygginguna í Úkraínu BlackRock og Vanguard sko það mætti alltaf þeir eiga bara heiminn núna svolítið það má alveg bara leiða líkum að því að við getum sagt þeir eigi allavega svona 70% af fastegnum í hinu vestræna heimi sko. þeir eru að kaupa allt upp sem geta sko. þeir eru ekki eins mikið í Afríku af því að Kína án þess að skjóta einni byssukúlu nota benir að þeir eru búin að eignast í Kína sko, það sem Kínverjar gerði líka í Afríku er mjög sniðugt sko. Núna var Bretinn og Bretinn var bara þið vinnum fyrir mig Amerikaninn þið vinnum fyrir mig en síðan kom Kínverjinn inn og Afrikubúin bara nei við erum bara búin að hafa Amerikaninn og Bretarnir við viljum þetta ekki en þeir bara við viljum vinna fyrir ykkur þannig að þeir byggðu bara upp bæina og síðan réðu þeir alla í vinnu til að stjórna Kínverjunum þannig að Afrikumæðurinn yfir Kínverjunum hann flokkstjórinn að segja Kínverjunum hvað þeir að gera og þannig komst Kínverjun inn í Afríku sniðu taktíki á þeim sko þetta er náttúrulega í dag þá veit ég það kantoníska og mandarínska er kend í flestum Afríkuríkjum og þetta er í rauninni að verða þriðja tungumál eða alls konar mállýskur og svoleiðis náttúrulega í hverju Afríkuríki og svoleiðis en þeir mega eiga það Kínverjarnir þó séu náttúrulega Ég gerði hún ekki að sama í Tíbet sko Nei það var önnur taktík þar þeir eru alveg grimmir mjög grimmir sko. en ef þeir komast upp með það að sleppa þig að skjóta byssukúlu þá gera þeirra eins lengi og mögulegt það er þú getur, það eru þetta einhverja námur í Afríku
sem að tengjast kynverum alveg örugglega, ekki það ég hafi neina vitneskju það, en við vitum það að við erum ekkert að róta í grautnum í Kongó vestræn stjórnvöld út af því, eða sagt, bara vestræna þjóður út af því að við verðum að hafa þetta eins ódýrt eins og mögulegt skilur, af því að þetta er bara þræla vinsla sem í gangi það. Bara hráefni, það það sem okkur vantar og þess vegna förum við til Afríku. Það engin önnur ástæða. Jú, kannski fyrir Pfizer að sprauta eitthvað fólk og nota þessi tilraunadýr. Já, eins og þau gerðu. Eins og þau gerðu og kom það var það ekki stærsta sekt sem fyrirtæki nokkuð til að fengið, það var Pfizer fyrir það sem þau gerðu í Afríku. Jú, ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Samt var það bara dropi í hafið með að við gróðan eftir hvert ár. Já, þeim alveg sama, sko. Þetta eins og þetta bara eins og með opium faraldurinn skiptir engu málu þú fer í mál við sakler mafíuna sem að þú veist í rauninni upphafið að þessu oxy vandamáli. Já. Þetta bara svona lobbyismi fyrst og fremst. Já. Þú lobbyar fyrir því að læknar gefi út þetta lyf, þú fær fjölmiðla með þér á þitt band líka og smátt þá bara ertu búin að búa til svona customer hóp af fólki sem ofboðslega háð þessum eiturlyfjum og þetta er bara hinn nýi kartel, það þessi lyfjaiðnaður. Já, alveg rosalegur. Og þeir eru að velta, þetta eru gríðarlega peningur upp að þér og það nú bara þannig að þegar þú veltir svona peningu upp að þeim, þá ræður þú meira en aðrir. Það bara hluti af stjórnkerfinu okkar, sko. En þetta er samt svo trufla, maður skilur ekki alveg hvernig þetta komst á markaðinn svona og ennþá bara á markaðinum. Það er þessi endalösi lobbyismi, þú getur keypt stjórnmálamenn fyrir klink, virðist vera, þú getur keypt skoðanir fyrir klink. Þess vegna í dag ég trú ekki neinu meginströms fjölmiðlum. Nei. Og ég yfirleitt tek mínar upplýsingar í gegnum netið hérna og þaðan, Substack eða Hill Rising eða Breaking Point. Jimmy Dore stundum skemmtlegur, hann kemur bara þannig klæddur til dyrana eins og hann og segir sitt, sko. Já. Stundum hann full of shit en oft á tíðum finnst mér betra að byrja á þeim endanum og skoða síðan hjá öðrum rannsóknarblaðamönnum, þú veist, Glenn Greenwald eða Aaron Matei eða hver það er. Sko, ég hef haft gaman að þessu, eins og þú segir, ég fæ þetta á netinu og nú mikið búið að vera að hrauna bara eftir COVID yfir svona samsæriskenninga menn eins og það kallaðir og þá alltaf bara, hvaðan færð þú upplýsingarna? Færð það bara á netinu? Og ég held að hugsa að gaurinn sem að segja þetta að hrauna, bara þú samsæriskenninga maður, þú getur trúa þessu og lesta á netinu. Hvaðan heldur það fólk að fréttamlar fái fréttanum sínar? Þú veist, að sé bara einhver svona alvitur maður sem hringir í alla, herru þetta svona og við bara skrifum þetta. Nei, fréttamenn fá upplýsingar af netinu og síðan skrifaður það bara. En já, talandi COVID, maður, það nú ein mesta geðviki sem ég nú bara orðið upplifa í minni lífstíð og sé bara mannfólki dett inn í, sko. Og þá fattaði maður hafa mjög undarlegt með COVID. Fattaði maður einhvern veginn nasismi komst fram. Maður sá það bara hvernig fólk snýrist gegn fólki svona, sko. Það gerist þú rosalega rætt. Ef þú konformar ekki, þá ertu út undan og þá ertu úrrak. Og þá má bara drepa þig. Og veist hvernig það var í lagi bara, já, þið þarna sem ekki óbólusett, þið eru bara ógeðslega að skapa hættu fyrir okkur hinn og maður bara svona, herru, en þið eru bólusett. Okkur ég að skapa hættu fyrir okkur? Er að segja mér að þessi bólusetningu virki ekki? Er þetta bara eitthvað djók? Þetta endalaust fyndið, sko. Já, þetta var mjög undarlegt, sko. Og bara sorglegt samt hvað þetta, af því að þetta hefur haft alveg gífurlega áhrif. Ég meina, í fyrsta lagi þá það stæðsta færsla á almennum fjármunum jarðarinnar á einn stuttum tíma í hendur fárra einstaklinga af því að það var allt keypt upp á þessum tíma. Ímyndaðir, pældu bara í því
landsvæði sem Bill Gates eignaðist á meðan COVID var. Bara allir sem voru að gera bólusendingar á tendinni, þau urðu ógeðslega ríkir. Bara ógeðslega ríkir. Og það rugglegast Pfizer gerir samning við ríkisstjórnunar að ríkisstjórnunar gátt ekki sótt núna Pfizer til saka eða kemur eitthvað upp. Þetta var bara í samninginu þau voru að kaupa þetta. En síðan annað... Nema Kansas, þeim tókst að finna loophole. Já, það. Já, þú sendir mér það með þess að. Nú, ok. Þeir sem sagt þeir nöppuðu þá á lýginni. Sem sagt, þetta var fyrir vanfæra konur, sem sagt, þeir garanteruðu það. Þeir fundu sem sagt alls konar skjöl. Það sem að kemur fram að Pfizer garantera það að konur sem eru ófrískar að þær þurfi ekki neitt að óttast og þær ættu þess vegna að láta bólusetja sig og boostera í sig. En síðan kom það bara í ljós, bara holskefla af konum sem mistu fóstur og það var fáránlega hátt hlutfall af konum sem voru bólusettar þegar það voru ófrískar sem hafa mist fóstur eða þá að það einhvers konar fósturgalli og þetta veit fólk í dag. Já. En það má ekki opna á þessu umræðu og einmitt það sem þú komst inn á þarna að það þessi samningur. Hvað stóð í þessum samning? Já. Mér langar að vita það að því að íslenska ríkisstjórnin hún þurfti að setjast niður með einhverjum köllum með vindla frá Pfizer og Johnson og allar ríkisstjórnar. Allar ríkisstjórnar. Já, sem keyptu þeim. Hverjir sátu við borðið, undir hvað skrifuðu hver tryggingin? Mér langar að vita það, því alltaf þeir skrifa undir svona samninga, þá eitthvað trygging. Já. Og þú veist, er það að BlackRock komið hérna einn daginn bara með skriðdraga og eignist vatnið eða? Þú veist, ég bara segja svona Johnson & Johnson, sko, bara fyrirtækin sem við erum að tala það ég veit, Davíð, þú getur kannski pröfa svo ég segi nú ekki að tala raskatunum mér en ég allavega það sem ég hef heyrt og það ætti að vera hægt að finna þá var barnapúður frá Johnson & Johnson það komst upp að vera krabbameinsvaldandi og þeir byrjuðu að fá dagsettir fyrir að selja þetta barnapúður en þeir héldu áfram að selja það af því að þeir græddu svo mikið að það var svo langt fram yfir dagsettina sem þeir þurftu að borga að þeir tókuðu ekki að markaðinum Sessi, já, þú ert búin að heyra þetta líka sko, og síðan allt í einu á ég að fara að treysta þessum gaur í ykkur bólusetningu veist, Þetta að sama og að gerast með hjartalyf, statins til dæmis Já, þetta þarna? Johnson & Johnson introduced baby powder made of crushed talc. This mineral occurs with asbestos in earth. Já, sæll. Já, einmitt. Which has led to talc products contaminations. Johnson & Johnson has lost multi-million-dollar lawsuits related to the ovarian cancers og mesothelioma caused by baby powder. Og þeir mátu það sem svo að við skildum halda áfram að því að profit marginið eftir árið á kortið eftir að vera svo ótrúlega hátt það skiptir ekki máli einhverja 1-2 lögsóknir sko. Nei, við erum kannski bara að borga 30% á gróðunum eða eitthvað svoleiðis og plús að þeir geta dregið þessar lögsóknir kortið fram yfir sem sagt forsetatíð hvers forseta jafnvel af því að svona mál taka 10 ár í kerfinu, skilju. Það má ekki gleyma því að svona hlutir breytast líka stundum eftir því hverji eru við völd. Já, og það rugglaði við þetta að, sko, ok, þarna erum við með Johnson & Johnson, sem erum við með Pfizer, sem bara að búið að koma fram aftur og þetta ekki neina samsæriskenningar, að þeir eru að vera að ljúga rannsóknar niðurstöður á lyfjunum sínum og kaupa niðurstöður bulla þannig, ljúga og einhvern veginn samt með COVID bóluefnin þá er það allt rétt en ég held að með COVID bóluefnin bara basically núna staðan í dag að það allar átt að sagði að voru allir blektir og fólk vil bara ekki viðurkenna það ennþá þetta er svo mikið skömm sem að fylgir þessu líka það það sko, það bara menna, ok, þú varst að öskra á einhverja að það verið samsæriskenningasmiðar og verið hálfvitar að bólusetja sig ekki þá varst þú hálfvitin
og ég held að fólk rosa erfitt með að sætta sig við það. Nú rosalega margir það einhver að horfa á þetta bara djöfullinn að segja þetta. Ég ekki alveg Ég vil þetta bara benda á að í fréttunum bara fyrir sólarhring síðan minna sólarhring síðan þá bættist við 1,1 billjón hérna í þar sem þeir ætla að gefa út var þetta lagsóknunar, þeir búin að borga 700 milljónir víst. Hverjir? Johnson var þetta baby powderinn og það fréttir hérna bara fyrir 21 tíma síðan að það búið að adda 1,1 billjón. Ég sagt á þá. Já, ég veit, það ekki ennþá búið að loka á það alveg þannig að þetta er ennþá í gangi þetta mál. Já, ok. Þannig að það er komið förstu bara í dag. Spæður sem drullusokkar, þetta er barnabúður. Krabbameinsvaldandi barnabúður og þeir halda samt áfram að selja vöru fyrir börn sem er krabbameinsvaldandi að þeir vita gróðinni meira heldur en dagsettin sem eru að fá. Og síðan við að hlusta þá með gott að taka þessa bólusetningu hérna, hún er góð fyrir fattur, og síðan eru allir þessu bústirar og þeir eru auðvitað að reyna að selja það því að þetta eru auðvitað vara, þetta eru auðvitað fyrirtæki sem eru að reyna að græða peninga og því fleiri bústira, því meira græði fyrirtækið þannig að auðvitað vilja að segja að vilja bústira en ég ekki búin að taka neina bólusetningu, neina bústira ég er búin að fá COVID 2000 ég var veikur í fyrsta sinn en ég hef alveg orðið jafn veikur að því að frá flensuna líka sko. Og það sem var líka rosalega í þessu COVID-dæmi var að og nú er búið að kæra á nokkra spítala til dæmis í Bandaríkjum fyrir þetta, alveg fjölda af spítalum að þeir skrifuðu allt sem COVID að því fleiri COVID-mál sem komu upp því meiri peninga fekk spítaliðin frá ríkinu þannig að þetta var bara eitt stort skemm þannig að það er alveg mjög erfitt að lesa í tölunar og þetta var líka og síðan núna það, hérna heima þá var alltaf, dóu COVID 98 ára maður með krabbaminn og lokastígi Go figure. Já, nákvæmlega, hann dáið flensu líka, þú veist, allir bara, oh my god, hann dáið COVID, hann dáið, hann fengi alveg kvef, þannig að þetta var mjög rugglega tímabil, sko, og ég lega bara rugglega tímabil sem ég hef séð, en það er einhvern veginn, eins og þú segir, það var prentað svo rosalega mikið af peningum og núna erum við ennþá að súpa segja því, það er bara og líka bara, þú veist verðbólga eftir verðbólga þú sér bara hvað þú veist, þegar við tölum þessa elítu, þetta 1% þetta var mér finnst þetta gleymast oft í þessari umræðu COVID að í kjölfarið á COVID þá tókst þeim að bara hreinlega stela okkar pening, okkar auðæfum beint fyrir fram að nefið okkur að því við gátum ekki sagt neitt við vorum bara sett út á gaddinn þú veist, fjármálakerfið fór allt í rusl þeir sem áttu aftur á móti þú veist, eignirnar áttu nóg eignum fyrir og nóg fjármánum fyrir að þeir gáttu keypt allt á brunasölu gjörsamlega og það sér maður helst einmitt bara á þessum landakaupum í Bandaríkjunum og hér og þar þú veist, Hollandi og Þýskalandi og svoleiðis og hvað er það, af hverju þarf Bill Gates að vera að tróða sér inn í allt sem kemur nálagt okkur mannskepnunni af hverju þarf hann að eiga landbúnað jarðarinnar, af hverju þarf hann að eiga matvælaframleiðslu jarðarinnar sem matvælaframleiðsla sem hann að koma líka með er fucking ógeðslega viðbjóður og ekki nóg með það þú veist að ég er samt hlindur, ég verður nú að tala um það sko að mér finnst þetta merkilegt, fyrst var ég að rosa móti þessu að því við köllum þetta góðgerðar samtöka hann sé philanthropist til dæmis hversu lengi ætlum við að trúa því þessari dellu að hann sé að þessu að góðseminni einni hann var ríkur af engaleifum fyrir það fyrsta hann fann ekki upp neitt hann var ríkur að því að stela bara já, hann er ríkur út af því það er engin aðili þú veist, ég ætla ekki að leggja líf mitt af því en það eru fáir í heiminum sem eiga eins mikið að engaleifum og hann er fyrst og fremst ríkur út af því allt sem kemur nálagt tæknigeiránum hvort sem það er í læknistjónustu eða venjulegur tölvuþjónustu hergagnaðinaðinum, hvað það er öll þessu forrit og bara allur tæknigeirinn pluss það í landbúnaðar iðnaðinum og núna á hann engaleyfi af kornrækt skilur, hann er einn af þeim sem að byrju nú við,
Hvernig getur hann átt einkaleyfi að því? Það er nefnilega málið, hann kaupir sig inn í Monsanto. Bayer Monsanto eitt af þessu djöfla fyrirtækjum náttúrulega. Ok. Ég mæli með því að fólk skoði, hún heitir Shiva, það indversk kona sem búin að vera í stríði við hann. Ok. Af því að hann varð valdur af því að bændastéttin í Indlandi, hún fór bara á hausinn á einni nóttu, liggur við. En þetta allt svona dulbúið eins og þetta sé góðgerastarf. Það kemur þannig út fyrst, en síðan þetta bara allt í einu þannig, ef þú ætlar að rækta land, þá verður þú að borga þetta háan pening fyrir leigu á þessu korni, að því að Bill Gates, hann á einkaleyfið að þessu, að því að þetta genetically einhvern veginn breytt korn. Bara svo neskvik með vatnið, regnvatnið. Já, hann er smátt og smátt að eigna sér alla þætti, þú veist. Bara græðki, ég veit ekki. En samt sem að matinn, sko, ég var svolítið á móti þessu fyrst, að þeir rækta einhvern veginn kjöt Vandana Shiva heitir hún, alveg rétt. Ok, en þeir rækta einhvern veginn kjöt úr túpum. Hefur verið séð þetta nýjasta tæknina sem að gera? Þeir taka einhvern veginn bara DNA uppbyggingu eða eitthvað og klóna þetta og síðan bara búa til kjöt, láta bara kjöti vaksa í einhverju túpu. Í einhverju dósum bara. Já, og síðan getur þú getið og fyrst var ég bara, þetta er ógeðslegt. En ef sko framtíðin okkar þetta að fara út í game. Það er eiginlega bara það næsta sem mannkinn þarf að gera. Og þá allt í einu þetta ekki það slæm hugmynd. Ef þú getur rækta þetta borðið í geimfarinu og það sem við lendir, þá er þetta svolítið nöðsilegt. Í því tilfelli. Já, þannig að mér finnst við þurfum að þróa þessi tækni fyrir það og því miður þá er það bara þannig að þetta þarf að fóra opin markað og græða einhverja peninga til að þetta verði almennileg þróun í þessu. En já, það er eiginlega jákvæða við þetta. En samt sem aður, það sé ekki krabbameinsvaldandi að maður fyrir að éta þetta í 20 ári eða eitthvað. Já, mér langar einmitt að vita, hvað er næringagildið í þessu kjöti? Þessum gerfi fisk sem hefur verið að búa til. Þú veist, erum við að fá omega sýrurnar og B-vítamínu og C-vítamínu úr þessu eða er þetta plastefni sem að safnast upp í okkur? Þetta er alveg spúkisamt sko eins og rótvatanefnin þarna í Bandaríkjunum. Ef þú grefur upp lík í Bandaríkjunum þá er það ennþá bara helviti flott eftir mjög langan tíma. Já, ég heyriði þetta einhvern tíðan. Það er það sko, þetta er staðreynd. Þú fer í kirkjugarða í dag þá það er bara rótnafalla, en það getur haft brauð bara sko á rótvatanefni ef þú tekur brauð í Bandaríkjunum sem brauðtöfundur og þú hnoðar það saman þá man rótvatanefnið upprunalega myndina og svona þenst alveg út í perfekt upprunalega myndina eins og það var að hún setur það saman. Djöfull, það er reklama. Já, það er svolítið sikka einhvern veginn sko og síðan getur þetta brauð bara staðið á borðinu í mánuð og það er ekki komið mikla í það sko. Það er sumpulegt. Það segir manni hvað er mikið að rótvatanefnum í þessu en það sem, þú veist, þetta er aldrei leyft á Íslandi en við erum með svo stranga reglur á matvælinu okkar sem betur fer ennþá. Já, Ítalir komum við fyrir það tek ofana fyrir þeim, þeir komum við fyrir það að Monsanto gæti selt kornið sitt í Ítalíu. Já, ok. Frakkar lúfuðu minni mig, Ítalir þeir bara sögðu bara hreint og beitt nei og það voru mótmæli út allt. Þetta er svo Rússar, það er allt genabreytt og allt það er bannað þar. Þeir vil ekki sjá það sko. Þeir vil ekki sjá Monsanto og þeir vil ekki sjá neitt að þessu fyrirtækjum að BlackRock kom inn eða Nei, ekki neitt svona. Þeir eru bara með náttúrulega mat. Já, þeir eru actually, sko, ekki það ég hef ekki mikla vitneskju það en þeir eru betri við bændu sína og bara landbúnaðar iðnaðinn heldur en til dæmis, þú veist, eins og í Bandaríkjunum. Þetta eru nokkuð fyrirtæki sem að eiga allan matvælaiðnað í dag. Þetta eru 6 fyrirtæki. Procter & Gamble er eitt, Coca-Cola er eitt, Nestlé er eitt og þú veist og það virðist vera bara eitt markmið að það er náttúrulega bara profit is king
og koma mannfólkinu út og það það sem gerist í Indlandi það sem að Bill Gates hans blauti draumur bara manstu þetta Matrix hérna þegar þau voru rækta fólki hérna manstu hérna vélmennin það hans blauti draumur það verða bara drónar sem sjá landbúnaði í heiminum ekkert mannfólk að vinna engin maður kemur nálægt þessu og plúsa að hann ekki að fara að notast við ljóstillífun hann að fara að genabreyta sem sagt þessu korni og þessu grænmeti þannig að það þarf ekki lengur ljóstillífun það bara, þú veist, það verður self-replicating einhver mekanism sko. Það fer á móti bara alveg grunn uppbygginguna af þessu þetta svo mikið playing God og hann en þetta samt hlutatækni sem við þurfum að gera við ætlum að fara til dæmis á Mars þá þurfum við að fá eitthvað svona brjálað já ok, ég tek undir það ef við förum og stígum á Mars eða eitthvað sem þetta bara næsta skrefið sko. Það bara við núna þar sem mannkynið eins og ég sé það við bara stödd þar sem við vorum hérna á Víkingaöldum bara hvernig við að sigla yfir hennan sjó hérna og skoða hvað hinum megin við þar ákveðat núna með geiminn við þurfum bara hvernig komumst við þarna og gerum þetta þarna það basically það sem við núna og þurfum að stefna það en ég held líka að þessi þyngdarafls eða þú veist ekki, ég ekki búin að kafa mikið í þetta en þú veist allir þessi fljúandi furðurhlutir sem að hafa verið að sjást og mestmegnis í Bandaríkjunum með þetta einhver hluta vegna að þú veist mikið að þessu ég tek alveg undir það sem að til dæmis Joe Rogan og fleiri segja ég alveg vissum að þetta sé engineerað eftir einhverjum geimförum sem á að lent en við mennirnir séum komnir með töluvert mikla tækni sem þessi svarta tækni þessi svörtu tækni fyrirtæki sem að engi veit neitt en allt í hennu byrtist eitthvað á markaði þetta svo GSM síminn hann var þú veist, komponenti sem að notaði þetta var víst til fyrir 40 árum sko. Já, þetta GSM sem kemur í Persaflóðastríðinu þetta var fjarskiptabúnaðar þegar fara fyrst inn í Írak og þá þróaði þetta og þróaði þetta á milli hermanna og oftast öll tækni sem við erum með þróuð í stríði það kemur eiginlega allt frá hernum þegar að verðist vera þegar að mannkynið undir álagi það þar sem við bara svona döfnum best einhvern veginn Talandu það maður þetta svo, ég var að sjá frétt í fyrradag svo tölum þetta skelfilega stríð í Úkraínu sko, þú veist að því Úkraínumenn keyrðu inn í Rússland og hérna markmiðið bara að enda í Moskvu það var ekki 90 bæir sem við vorum búin að ná eða eitthvað þetta var alveg slattið sko þetta eitthvað svakalegt en samt það eru einhverjir svona sérfræðingar sem á því að þetta séu reygin mistök af því að þeir eru með tækni ég held þetta heiti SeaTac og þetta það sem að búið að vera ásinn í erminni hjá bandaríska hernum og breska hernum það þessi maður á jörðinni sem gefur upp hnitið fer í gerfihnött og þaðan í B-52 sprengjuflugvél eða litlu drónunum einhvers konar sprengjuflugvél eða eitthvað og svo fer sprengja á stað og þú getur hitt títiprjón einhvers staðar í eyðimörkinni þetta virkar ekki lengur í Rússlandi af því að þeir eru búin að nota tíman frá því í kalda stríðinu við að búa til miklu háþróaðri scrambler tækni þannig að öll þessi SeaTac hérna sem sagt þessi hergagnaði innaður gengur rosalega mikið út á það að tengjast gerfihnöttum en nú eru þeir með tækni sem getur slegið það út á borðinu þeir skramblaði þetta bara og það eru núna einhverja tölur það að 60% af þessu skotmörkum sem Úkraínumenn að reyna að hitta þeir hitta ekki neitt af því að þeir eru bara konir framar heldur en NATO og Bandaríkjamenn í þessari scrambler tækni sko. Já, þetta samt undarlegt sko, ég var eitthvað að lesa þetta
þeir megi ekki nota viss vopnana inn í Rússlandi sem búið að láta á að hafa. Það bara búið að banna þeim og þeir eru eitthvað óanægði með það. Bara, þetta eru langdrar, eldflögur, vantarlega eitthvað svo leiðis, en það bara nei. Það bara sussaðum, bara nei, skam. Já, leiðu úr búin að láta Úkraínumenn fá þú veist, einhverja langdrægar eldflögur og Zelenski á okkur kókainflippi og þú veist, hann ítir og takka og þá var hann komið til Moskvu. Það breytir leiknum alveg. Já, gerir það væntilega að hann fara rússar að koma með the big guns, eins og maður kallar það, stóru byssunar og sprengja. Þetta undarlegt stríð þarna, sko, síðan, og veist, ef maður skoðar, eins og, mér finnst gaman að því að í byrjunni kemur Putin og talar við erum að leggja niður nasisma þarna og þá voru allir bara vitlausir, bara hvað ertu að tala Putin, nasisma þarna, þú veist, Vice fréttastofan sem var hann ekki stofnuð í Kanada og fór yfir í New York og ég held að sé þannig og höfustöðurinn í New York núna drulluðu þeir upp á bak síðan já þeir gerðu það, en samt sem aður ég fylgdist með Vice byrjaði 2014 að fjalla nasisma í Úkraínu og þetta kemur frá bandarískri fréttastofu og ég var í nokkur árum og ég var að horfa og þeir eru að labba þarna með þeir eru að labba með svastika þarna risastórt þeir eru að labba með svastika sko og þetta voru bara vídeo og þeir eru með þessa rísa fána þarna og þetta var bara alveg eins og maður horfði á bara, þú veist 1940 bara nasismann labbandi hérna, þú veist og CIA styrtu sem sagt nasistana í Maidan byltingunni 2014 í Úkraínu það er alveg þeir kolluvörpu, þetta búið að fara rosalega illa með þess að þjóð sko lengi núna sko og búið mikið að rugla þarna og síðan það sem búið að koma líka upp og það allar þessar rannsóknarstofur sem var þarna og veist, rannsóknarstofan í Wuhan, hún vist bara grín með við þess að það sem til þarna, það sem Bandaríkin var að kúka upp þarna og það margar getgátur það að Rússin hafi farið þarna inn eða út af þessu rannsóknarstofum, út af efnavopnunum sem þau voru eitthvað að fikta í þarna. Já, ég heyrði þetta einmitt eitthvað, þetta ein tengingin við það af hverju þau voru svona smeykir af því að þeir höfðu fengið eitthvað intel það að það væru efnavopn bara þarna á landamannum hvað myndi maður sjálfur gera skilur við einmitt en síðan líka skemmtilega við þetta ég að raunveruleiki sem við búum í og fólk verðist oft ekki átta sig á þessu ef við myndum búa í Rússlandi þá væri raunveruleikin allt öðruvísi þá væri fréttunar allt öðruvísi eiginlega bara, þetta væri bara svona alveg eins og fréttunar sem við erum að fá alveg eins og sannleikurinn sem við fáum frá yfirvöldunum nema bara á rússnesku við værum bara, djöfull eru vondir hérna hinum megin og það væri eins og bulli sem það sko að það séu allir í Rússlandi á móti þessu stríði sem komu þarna kannski 1000 manns eitthvað í borg sem einhverja milljónir skilur þá 1000 manns ekki mikið að mótmæla sko þetta þessi stjórnaða narratífa þessi stjórnaða narratífa því ég var á 365 og þá sá ég eiginlega bara hvernig fréttirnar eru skrifaðar og hvernig þetta unnið og eftir það þá lesi ég lítið fréttir maður verður allavega að læra að lesa milli línana það rosalega mikið af bulli sem tróðið í honni og ykkur almenningur virðist gleypaði bara hverju sem það bara meðan það á okkur eins og ég las þetta á Vísir þá hlýtur þetta að vera satt sko það mjög undarlegt sko en þetta eru skemmtilega pælingar og gaman að vera til in the end it's all about the money það bara þannig það alveg sem ekki verið eins og ég hef alltaf sagt bara kontról sko ég hef alltaf sagt að það sem verður okkur að falli það bara bókstaflega græðgi hvort það græðgi í peninga eða völd það bara þetta mannlega eðli við þurfum að losa okkur við það og fara svolítið eins og Star Trek það þótt ég hef nú ekki hort mikið á Star Trek það finnst mér konsept svolítið skemmtilegt þar það bara að fara út í geiminn og sigra það og við erum svolítið langt frá því ennþá. Það fara alveg nokkrar kynslóðir í viðbót, þó nokkrar. En hvað finnst þér eins og spádóma sem eru núna? Nú eru spádóma minn og ekki Nostradamus sem spáði því sjálfur að 2024 til 2026 þá myndi koma þriðja og síðasta styrjöldin, heimstyrjöldin. Ég hef ekkert skoðað Nostradamus heilengi. Ég var mikið að pæla í þessu ég var yngri en það breytist mér finnst eins og þetta sé eitthvað tengt einhverju svona Mandela-effekt mér finnst alltaf eins og þessi spádómar sé að
breytast frá honum Nostradamus eftir því bara hver við völdi eða skilur við Já, það er þetta að lesa svona í það, hann orðar þetta svo undarlega, sko, en ég sá okkur en jú, það var margir, og Edgar Casey og fleiri töluðum það, ég meina samkvæmt því þá erum við í síðustu styrjöldinni núna. Hún er byrjuð, sko. Hún er byrjuð og samkvæmt spádómunum í biblíunni og Tóranu og svoleiðis, þá er þetta líka byrjað, þú veist, í Miðausturlöndum, skilur við, Ísraelsmenn, síonistarnir, loksins að sína sitt rétta andlit og hérna Palestínumenn fá aldeilis að finna fyrir því en hérna ég meina, what can you do, maður? Sionistar eru náttúrulega bara valdið sem að stjórnar Bandaríkjunum og það er eiginlega ekki takt að fara í grafgötu með það neitt, sko. Þetta er stæðsti lobbyistahópur, sterkasti lobbyistahópur AIPAC í Bandaríkjunum. Ég held að lyfjaiðnaðurinn komi á eftir AIPAC í rauninni. Já, getur verið að lyfjaiðnaðurinn sé á undan. Er hann ekki komin í fyrsta sæti? Það er veldur nú. Svo er það núna, þú veist, mér finnst þetta rosalega fróðlegt, þú veist, þessar forsetakosningar sem eru framundan í Bandaríkjunum. Því líka djókið, maður. Allt í einu á maður að trúa því að Kamala Harris sé bara bjargvætturinn. Já. Og bara við eigum að gleyma því hvers konar skoffin þessi kona er, sko. Já, sko, ég hef lengi sagt að, þú veist, fórseti Bandaríkjunum stjórnar ekki neinu, hann er bara puppet. Þetta er bara sýndamennska og síðan eru þeir sem eru bak á tjöldið þeir stjórna öllu, sko. Ég held að sé þannig með flesta ríkisstjórnir. Þetta er bara sama eins og í dópheiminum. Þú veist, þú setur einhvern frontmann eins og Svetta Tönni eða eitthvað og síðan ert þú bak við Svetta Tönni aftur á móti en hann er frontmaðurinn og allir halda að hann sé kóngurinn, sko. Nú er ég örugglega lamið fyrir þetta. Þeir eru næstu í að labba. Hvað er þetta að segja? Hann sé ekki kóngurinn. Ég ætla að fjarlægja mig frá þessari umræðu. Þetta er alltaf leið. Ég byrjaði í ræktinni og ég er að fara að byrja að bóksa aftur þannig að ég tek á móti þegar ég koma. En hann ég eftir að segja margt, ég held að feministar er nú eftir að lemja mig þarna í framtíðinni með þetta podcast þegar ég fyrir að tala feministana. Já. Er það umræða sem þú vilt fara út í? Sko. Nei, skulum bíða með það. Ég er alveg til í að opna á eitt, sko. Einhvern tímann var til eitthvað sem heiti siðferðis þröskuldur. Já. Og hann er bara að hverfa. Hann er að gera. Og mér finnst það mjög varhugavert af því að þessi þróun hún er búin að eiga sér stað á svo óboðslega stuttum tíma. Já. Og það er bara þessi transideológía sérstaklega, hún fer fyrir brjóstið á mér af því að þetta kemur nær okkar börnum í dag og ég sé engan tilgang í því að vera að koma svona ideológíu inn í hausinn á börnum niður í leikskóla aldur. Mér finnst það bara game breaker. Ég er alveg sammálaður. Það er orðið saman. Það eru alltaf hatursfullt fólk að núti sem er, sko, ef það væri ekki trans, það væri það bara eitthvað annað. Þau myndi bara setja eitthvað, volandi ljótri peysu eða eitthvað, skilur. Það skiptir ekki máli. Það er alltaf til þessi fáðar og þeir eru alltaf að ráðast á fólk og síðan ráðast á transfólk og þá er þetta bara transhatur. Nei, þetta er bara gaurar sem bara nota hvað sem er gegn þér. Þannig að það er aðeins búið að blása það, finnst mér allt og mikið upp úr öllu valdi. En þetta er auðvitað, þú veist. En þú mátt ekki gleyma einu, Ævar, að þetta er stórkostlegasta tól sem að elítan hefur fundið upp til þess að láta okkur vera í hár saman og vera upptekinn af því að berjast í þessu á meðan þeir kannski spreyja Rebbo af fánana á einhverja sköllflög sem er skotið á brúnt fólk og enginn segir neitt, sko. Já. Þetta er líka til þess að henda ryki í augun á fólki, sko. Já, þú stjórnar fólkinu og vilt ekki að fólki viti hvað þú ert að gera, þá lætur fólki rífast. Það er bara ritað í stjórnarhætti. Þetta er eldgamalt, sko. Þetta er alveg stórkostlegt tól. En það sér það, þú veist,
ESG score og allt þetta sem að BlackRock stendur fyrir. Þú þarft að vera með visst hátt skor í hérna, umhverfisvernd og í einhverju svona hvað ég að segja hérna, nú man ég ekki, við verum að klippa þetta. Nei. Ég orðinn þreyttur. Það? Þú veist, þú þarft að hafa visst marga aðila innan vinnustaðarins sem eru svartir eða hommar eða lesbíur eða trans eða eitthvað slíkt, annars farið ekki fyrirgreiðslu. Já, það er endar, það finnst mér sturlað. Það finnst mér svolítið skrítið af því að þetta er bara tróðjuhestur inn í stjórnarhætti sjálfstæðra fyrirtækja. En það er eitthvað annað sem liggur á baki líka af því að ég meina af hverju er barnaefni allt í einu orðið svona litað af þessari transideológi? Mér finnst það einkennilegt. Já, en þetta er ástæðan fyrir að fólk er að snúast gegnum þessu. Það er einmitt út af þessu. Það er að þeir fóru í börnin. Það voru allir bara að vera með ykkur í liði og við berjumst með ykkur og síðan bara, hei, slakið hans af, hvað er það að gera? Og síðan bara, herru, what the hell maður? Og núna er fólk bara, djöfullin er að ykkur. Ég tek það alveg fram að ég er alveg fylgjandi trans fólki og ég á vini sem eru trans líka. Og ég samþykki það alveg að það eru börn þarna úti en bara mjög lítil prósenta. Það er ekki 4000% aukning á milli 5 ára á börnum sem að upplifa sig í vitlausum líkama. Það gengur bara ekki upp. Nei. En aftur á móti það eru börn sem að fæðast í vitlausum líkama. Ég trúi því alveg. Já. Hvernig sem, ég get ekki skýrt það, en ég trúi því að þau dæmi séu til. Strákur sem að fæðist en hefur alltaf litið á það að hann sé stelpa. En það er skelfilegt þegar það er bara runnið undan rifjum skólakerfisins eða foreldrana. Af því að, þarna úti eru klikkaðir foreldrar líka sem koma út úr háskólasamfélaginu og þessi nýju viðmiðum og gildum sem eru sett í háskólanum í dag. Já. Það lekur niður í leikskóluna, það lekur niður í barnaskóluna, gaffræðiskóluna og allt það. Já. Og það er til brenglaða fólkarna úti líka og það verður mjög erfitt að geta vingsað út hverju eru þarna að góðum tilgangi og hverju eru einfallega bara brenglaða fólk. Skilju? Algjörlega, sko. Og þótt að fræðslan verði í grunnskólum, þá gleymum við bara, við erum öll búin að gleyma því þegar við vorum börn. Börn verður alltaf börn og þau munu alltaf leggja þig einlítið ef þú ert öðruvísi. Það skiptir ekki máli alveg saman hvað er mikið fræðsla. Þú veist, ef þú ert transkrakkin í skólanum, þá verður þú laður í einlíti. Og sérstaklega bara, ef það er eitthvað, þá getur fræðslan bara ítt undir það. Þú veist, ég á dóttir og það fór gríðarlega tönur á mér að ég var hérna í ónefndum skóla í Reykjavík með hana og hún var á hljómsveitaæfingu þar. Og á ganginum, það voru nokkur plakkut og það var öll plakkutin sýndu svona strák verið að gera eitthvað fáralegt, ekki, þú veist, leggja einelti og þá var eitthvað svona strákur eitthvað svona benda á og síðan ekki vera hálfvitið eitthvað og þá var strákurinn að lemja annan strák eða eitthvað og það var allt svona neikvætt nema eitt pósterið, það var eitthvað sýndu ástinni tækifæri og þá voru 2 strákar að kyssast. Og maður var einhvern veginn bara svona, what? Það er bara, ég með einhverja 5 eða 6 plakkutina sem bara sína strák bara ekki vera þetta og ekki vera hérna og síðan er eitt hérna sem er jákvætt og það eru 2 strákar að kyssast og þetta var í skóla frá 6 til 12 ára og maður var einhvern veginn á ganginum og maður einhvern veginn bara, er þetta gott fyrir börn að hafa þetta á ganginum í skóla hérna? Því að þau náttúrulega taka áhrif, þau eru áhrif. Já, það er bara, þau eru svampur sko og þarna er bara, ef ég var, veist, sonur minn var í þessu skóla, ég hef verið milljósunum brjálæður en ég á dóttir, þannig að ég vil auðvitað bara niður með stráka og upp með stelpunar, best að vera það, en samt maður er frá áhyggjur að þessu og þetta ítir bara undir þunglind, þú sérðu bara, ok, ég til bara stoppt sem er bara algjör fáiði nema þessi hommi
Þú veist, það basically skilabóðin sem voru með þessu myndum á þessum gangi, sko. Þetta er rugla, sko. Já, ég meina, þú veist, óharnað barn eða unglingur, eða einhver sem er að feta sig bara fyrstu fótspor í lífinu og ef að skilabóðin eru bara á einn veg frá skólakerfinu að það á endanum þá náttúrulega eins og þú segir, börn eru svampur. Þetta breytir viðmiðum og gildum barna og svo ég veit ekki, akkur mega strákar ekki bara vera strákar og stelpur og hérna veist, akkur svona aðal áhersla eða svona rosalega mikil áhersla á þessa hluti. Mér finnst þetta einkennilegt, ég segi það, mér finnst það einkennilegt. Vinur minni vill meina að þetta sé öld djöfulsins, mér finnst þú gaman að hlusta á hann og það hefði byrjað aldamótin. Þá maður settur í hérna hóp með einhverjum auka hægri sinnum, kristnum geðsjúklingum. Já, við erum ekki þar, en ég elska að hlusta á þetta og mér er svo gaman að hlusta á hann með þetta og hann vill meina það, djöfulli þegar hann kemur, þá setur hann alltaf hvolf. Já. Og það er basically það sem er að gerast núna og maður svona og mér finnst svo gaman að þessu pælingu með af allt sem er að gerast frá aldamótunum í þjóðarna bara út allan vestræna heimi einhvern veginn. Það er alltaf að fara á hvolf. Strákar eru að breytast í stelpur og stelpur eru að breytast í stráka og hann er bara, já, þetta er djöfullinn. Hann vil meina það. Að þetta verður öld djöfullsins. Maður séð þessi TikTok-vídeó þar sem að tala öld Baphomets og Baphomet var trans. Já, ok. Og hérna þú sér þetta bara í popkultúr í dag. Ok, ég er enda ekki á TikTok, sko. Stæðstu rapparar og rockstjörnur eða þú veist, það er enga rockstjörnur til í dag reyndar en bara, þú veist, skilur þeir eru allir í ykkur rauðu með hornin og með djöflamerkin og svoleiðis. Þetta hefur áhrif á undirmeðenduna, ég trúi því alveg. En á móti kemur að þú veist, ég ólst upp í thrash metal og metal heiminum, skilur við. Þá var þetta meira svona fokkjumerki á móti einmitt hérna svona conservative ríkjandi áhrifum og það hefur rauninni ekkert breyst nema það þetta er komið inn í popkultúr sem er svolítið skrítið, sko. En er ekki pönkarinn í dag? Er það ekki bara transkrakkin? Hann er bara, í staðan fyrir að breytist í pönkur og vera með hanagamenn sem var á okkar þegar við vorum krakkar, sko, þá er það bara í dag að þú ert óþaukur á allir að vera trans. Það er nýji pönkarinn. En þetta var samt einhvern veginn, mér finnst þetta eitthvað meira illkynja í dag, þessi ídolísering á einhverju svona djöfla kultúr að því þetta var meira djók í metalum, skilur. Og sem eitt og eitt black metal band í Noregi eitthvað sem var að skera sig og drepa hvort annað og eitthvað. Annars var þetta bara það var eitthvað svona Megadeth. Það var bara grínband. Eitthvað djöflastjarna og Lamodeth. Það voru tveir annað Venom. Séðan annað Wasp það var. En síðan þegar maður sér, þú veist, Taylor Swift og vinkonunnar einhvern veginn hérna púa á fólk sem er að tala um Guð og eitthvað svona, sástu það? Nei. Ég veit ekki hvort þetta á að klipta úr samhengi, það getur vel verið. Það var á einhverjum Super Bowl eða eitthvað áleika. Ok. Og hérna hún var þarna ásamt einhverju stelpu, einhverju rappara. Nú vantar Bjarna Jóns Tay-Tay eða hvað sem hann heitir. Já. Og í fyrsta lagi As Above, As Below þá var hún alltaf að henda upp einhverju svona merki, sko. Ok. Beint úr einhvernum okkultisma og hún var með hérna krossinn öfugan. Ok. Það er risastóran dematskross. Já. Og svo var einhver að fara með ræðu sem sagt á þessum leikvangi eða eitthvað svoleiðis og var að þakka Guði fyrir. Og eins og ég segi, ég veit ekki hvort það var klippt úr samhengi. Nei. En það var sýnd mynd af Taylor Swift og henni stelpinu og hún var bara oh no. Þetta var eitthvað svo
Það er þetta ruglað sko, það er þetta Ekki það, ég trúi ekki á, þó að það sé fólk þarna úti sem trúi því að Taylor Swift sé þú veist þetta er samsari hún ávist að vera laungetin á Anton LaVey sko. Ég veit ekki hver það er. Anton LaVey er upphafsmaður Satans kirkjunar í Bandaríkjunum sköllótti gaurinn með skeggið sem að leit út alltaf eins og einhver Hollywood stjarnar sko. Okay. Og þú þú veist ef þú fer djúpt onni í kanínúholuna þá sérðu það þau eru ógeðslega lík. Ertu með myndaðanum? Er þetta hann hana? Já. Ok. Þetta er Anton LaVey. Ég sé nú ekki svip með þeim sko. Nei. Þessi er alveg, hann er svolítið illilegur þessi sko. Ég myndi ekki leyfa þessum að passa börnum mín. Nei. En ég veit ekki. Ég segi það nú samt að því að það drulla mikið við Taylor Swift. Djöfull er hún góð í að búa til poplög maður. Já, ég shake it off maður. Það er alveg maður. Hún er góð í að láta... Þið sjá, það er víst svipur með þeim. Það er rosalegu svipur með þeim. Já. Þarna, jú, hún er virkulega... Ef þú sér... Þótt þetta sé ekki svona... Já, þessi sem er hliðin á er ekki nefnilega... Hver er þetta sem er hliðin á Taylor Swift? Einhver sem heitir Senja LaVey sem er að vera að bera saman en við höfum það með þess að bara ljósarðar sko, ungar. Já, mér finnst það ekkert líkar. Nei, ok, skjótuðu þannig. Mér finnst þessar kanínúholur samt helviti skemmtlegar. Já, mér finnst þetta, já, ég hef alltaf gaman að öllu svona. En síðan líka með þessu rítum, þarna trúarritum núna, þá var þetta ekki var ekki 5 merki sem eru búin að gerast á hvað trúarritunum og síðan þegar 7. merki gerist þá fyrir allt til helvítis og samkvæmt þessu spádómum trúarritana ég er ekki nógu fróður. Þetta er eitthvað sem ég þekki ekki. Nei, ég þarf að fá einn mann það er einn sem ég er að reyna að fá til að ég myndi að segja okkur í podcastinu og ég var að tala í gær við milliliðinn og vonandi kemur hann og ég ætla að láta hann segja podcastinu frá því. Já. Það væri mjög skemmtilegt að fá það inn en hvernig sem það þá endar allt einn daginn og hvort sé hans í núna eða setna við verðum bara að njóta þess meðan við lifum það er eina leiðin til að gera þetta held ég. Já, algjörlega. Velta sér ekki mikið upp úr þessu en já, ég held að þetta sé bara að vera fínt hjá okkur ef við ekki fara að enda þetta bara. Jú, það ekki bara við erum búin að fara víðan völl. Já, víðan völl. Já og já, flott maður. Kynnti ég mig einhvern tíðan? Þetta er administer hérna. Já, þú kallaði mig alltaf administer. Ég heiti sem sagt Arnar Eyglíður Davíðsson og er tónlistarmaður og leikmyndamálari, myndlistarmaður, lífskunstner mikill. Nei, ég geri bara það sem er gaman að gera, reyna að komast upp með það og stundum tekum maður í lífinu aðeins og alvarlega en maður verður að passa sig að gera það ekki. Þú ert einfallega bara einn skemmtilegasta mannur sem ég hef kemst í þessu lífi. Það eru fáir einn skemmtilegur þú, Addi minn. Já, þakka ég kærlega fyrir og þakka ég bara fyrir að bjóða mér í hennan þátt. Já, vonandi kemur bara fljótlega eftir. All right. Þangað til næst.